þetta lestur sem að Guð talaði til mín þegar að ég var að spyrja hann hvað viltu ræða hvað ég var að predika, hver á að predika, ég eða Einar og þá kom þetta mjög sterkt inn í hjarta mitt, frelsi frá myrkrinu. Og mér langar svona aðeins bara kannski að byrja því að varpa þessari spurningu fram, hvað er myrkur? Og mér finnst Einar, hann hefur alltaf komið svo flotta svona skilgreiningu eða útskýringu að myrkur er einfaldlega skortur á ljósi. Það talaði djöfulinn í biblíunni, hið illa, en myrkur er líka sjúkdómar, hatur, ofbeldi, öfund, veikindi, flótti, ótti, kvíði og sundrung, ófyrirgefning, guðleysi, slys, ógæfa, fyrirlitning, lastmælgi, rógburður, græðgi, synd, dauði, fordæming, ásakanir, vantrú og fleira. Og hérna er ég að nefna bara nokkur dæmi það hvað myrkur er og hvað felst í myrkrinu. Og ég kalla myrkur stundum neikvæða orku eða afl eða kraft, en það við vitum það og það talaði það í biblíunni. Heyrið þið ekki í mér? Ingunn, já, ég ætla bara að mjúta ykkur hinn svo að það heyrist bara í mér og taka þetta út svona. Og það talað, eins og ég sagði áðan djöfulinn eða hið illa eða hinn vonda og svo illa anda líka og það náttúrulega það sem að myrkri er. Það eru þessar andaveru vonskunar í heimingeimunum sem að lifa í þessum ósýnilega heimi sem talað líka í biblíunni. Og ég held að flestir, ef ekki allir, þekkja það að vera einhvern veginn á þeim stað í lífi svona að vera bara svona fastur í myrkri. Að vera bara fastur í myrkrinu og hvort sem maður upplifir það sem einhverja djúpa holu sem maður er fastur í og maður er að reyna að klóra sig upp úr og maður kemst ekki út úr því eða þá maður er einhvern veginn hlekkjaður, fastur í einhverjum viðjum, fastur í veikindum eða fíkn eða í einhverjum vítarhing sem maður er ekki að komast út úr og maður bara upplifir mikið svartnætti og mikið myrkur og þetta upplifi ég alveg klárlega, sérstaklega þegar ég glímdi við fíknisjúkdóminn og þar sem ég var svona föst í þessu myrkri fíknar og ég var algjörlega bara undir hælnum á Bakkusi og ég var að berjast í þessari fíkn og líka í þessari sjálfshatri og sjálfsniðurrifi og kvíða og ótta og gremju og reiði og á þessu tímabili þá sá ég sjálfa mig með mjög svörtum augum. Ég sá ekki sjálfa mig á heilbrigðan og bjartan máta. Ég sá sjálfa mig mjög neikvætt og ég hafði mjög skakka mynd af sjálfum mér og því hver ég var. Og sama hvað ég reyndi að gera til þess að komast út úr þessu myrkri og inn í ljósið að það virkaði ekki neitt. Og ég leitaði mér mikillar hjálpar, loksins þegar ég var tilbúin að fara að leita mér hjálpar og það var eins og að væri enginn sem gæti hjálpa mér að komast út úr þessu. Og það var þannig í svo mörg ár og svo langan tíma að myrkri átti mig og myrkri átti sálina mína. Og á sama tíma, og það ekki nein tilviljun, að þá var ég mjög forhert gagnvart Guði og ég var svona yfirlýstur trúleysingi og ég var með mjög hart hjarta gagnvart einhverju sem að kallaðist Guð eða æðri máttur eða Jesú Kristur og það var svona löng ganga fyrir mig að komast þaðan og hingað sem á þann stað sem ég er í dag af því að ég var með svo hart og svart hjarta. Og það var þannig á tímabili þegar ég var að byrja mitt meðferðarbrölt og byrja að reyna að ná einhverjum árangri að fá frelsi frá fíkninni að ég var bara tilbúin að gera allt. Ég var tilbúin að gera hvað sem er nema leita til Guðs. Og ég var að reyna að vinna þessi spor í AA-samtökum og ég var að gera allt, öll sporin nema trúa æðri mátt. Og af því að ég skildi það alltaf eftir, að það náði ég ekki árangri og ég var að falla aftur og aftur og aftur og aftur. Og það tók einhver ár af því að vera inn í þessum samtökum þar sem var alltaf verið að tala um Guð, æðri mátt,
þetta er hluti af sporunum, það er farið með bænir. Þar til að ég var tilbúin að byrja að trúa að það væri mögulega einhver æðri máttur þarna úti. Og ég man eftir fyrst ákvað ég að því að það talast stundum bara, já, þú getur bara skilgreint æðri mátt fyrir sjálfa þig. Og ég sagði bara, ok, hesturinn minn er minn æðri máttur. Ég var svo illa haldin að ég valdi mér hest, eitthvað dýr sem æðri mátt, en það var samt skref í rétta átt, eins furðulega og það kann að hljóma, því að það voru bara mörg lítil skref sem ég þurfti að taka til þess að komast þangað að trúa æðri mátt og síðan á Guð og síðan mætti Jesús mér sjálfur. Og það var þannig að ég man eftir einu skipti og á þessum tíma þá var minn alkohólismi þannig að ég bara vaknaði, byrjaði að drekka og ég drakk bara landa, vodka, gin eða eitthvað, ég drakk bara dræ og ég bara drakk það til ég misti meðvitund og svo datt ég út og svo vaknaði ég kannski miðjanótt aftur með dúndrandi hjartslátt og ég fann það innan með mér að ég var að deyja og ég vissi í hjartanu mínu að ég væri deyjandi og ef ég myndi ekki hægt að drekka að þá myndi ég deyja úr þessum sjúkdómi. Og það gerðist eitthvað í hjartanu mínu og ég er svo sannfærð að einhver hafi verið að biðja fyrir mér að ég tók þessa ákvörðun að velja lífið. Ég stóð frammi fyrir þessu vali að velja dauðan eða velja lífið og fram að þessari ákvörðun hafi ég verið að velja dauðan og þarna valdi ég lífið, þarna valdi ég ljósið. Og þá byrjaði ég að nota bænina og ég byrjaði að trúa á æðri mátt. Ekki Guð, ekki Jesú, en æðri mátt. Og það opnaði smá glufu fyrir Guð, fyrir ljósið til þess að koma og vinna á þessu svartnætti og þessu myrkri sem þessi fíknisjúkdómur er. Og það er bara staðreind. Við getum ekki fengið bata frá fíkn ef að við tökum ekki Guðinn í myndina og þess vegna er hann svona sterkt í þessum bataskrifum. Og síðan þegar ég náði að verða edrú þá fór ég að nota mikið hugleiðslu og bæn til þess að fá frelsi frá krónískum bakverkjum og kvíða og alls konar mjög erfiðum sjúkdómum og veikindum sem ég var að klíma við. Og í einni hugleiðslunni þá mætir Jesús mér og ég bara sá hann og hann var svona gylltur og hvítur og skínandi og bjartur og hann bara tók í höndina á mér og ég fann fyrir hann og ég bara grét og grét. Eins og þegar Jesús mætir okkur, þú veist, maður grætur bara þegar svo mikið hamingja og lækning og léttir og gleði og ég sá það stórkostlegasta og fallegasta og besta sem til er í allri veröldinni og ég fann að hann var raunverulegur og frá þessum tímapunkti og þetta gerist vorið 2019 þá hef ég trúað á hann og fylgt honum og reynt eftir bestu getu að elta hann, að fylgja honum, að læra af honum, að verða líkari honum í minni göngu. Og þegar ég fann Jesú og Jesús birtist mér og ég fór að trúa á hann, þá fann ég loksins ljósið og ég áttaði mig á því að myrkrið verður ekki unnið nema með ljósinu. Og ég áttaði mig á því að það eina sem virkar gegn myrkrinu er ljósið og Jesús er ljósið. Og það segir í Jóhannesar Guðspjalli 8, Jesús ljós heimsins. Í Jóhannesar Guðspjalli segir, í fyrsta bréfi Jóhannesar, fyrsta kafla, það segir, við eigum að lifa í ljósi Guðs. Guð er ljós og myrkur er ekki í honum. Guð er ljós. Guð er ljósið og Jesús er hið eina sanna ljós sem að lýsir upp allt myrkur, sama hvaða myrkur það er. Og Jesús sagði, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Og í Sálmi 18, 29. versi segir, þú drottinn lætur lampa minn skína, Guð minn lýsir upp myrkur mitt. Þannig að sama hvernig myrkur þetta er, hvort sem eru sjúkdómar eða veikindi eða ótti eða kvíði eða depur eða áföll eða gremmi eða fíkn eða hvaða er, þá er Jesús ljósið sem að lýsir upp þetta myrkur og það hverfur burt.
Og í fyrsta kafla í Jóhannesar guðspjalli segir í 5. versi, ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Og í ensku þýðingunni segir, the darkness has not overcome it. Það er að segja að ljósið er alltaf sterkara, alltaf öflugra og alltaf kröftugara heldur en nokkuð myrkur sem kann að vera þarna úti eða er þarna úti. Og í 12. kafla í Jóhannesar guðspjalli segir í 35. versi að þá sagði Jesús, skammast undir ljósið enn á meðalíðar. Gangið meðan þér hafi ljósið svo að myrkrið hremmi ykkur ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið svo að þið verðið börn ljóssins. Svo segir í 47. versi, ég er ljós í heiminn komin svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Og við sem að trúum á Jesú Krist og höfum tekið á móti honum endurfæðst, við eigum ekki að þurfa að vera áfram í myrkri. En stundum, eins og við fórum yfir í áfallafyrirlestur, frelsi frá áfalli, stundum nota Guð myrkrið til þess að hjálpa okkur að annarkvort þekkja hann betur eða færast nær honum. Og það er efni í annan lestur. Og í Kólósubréfinu, í 1. kafla, segir í 13. versi, og þetta er eitt af mínum uppáhaldsversum, hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutt okkur yfir í ríki síns elska sonar. Og það segir í Biblíunni að vantrúin sé myrkur en trúin sé ljós. Og ef maður bara ímynda sér að við búum í heimi þar sem að allt er orka eða kraftur, þú veist, þegar Guð skapaði heiminn, þá talaði hann út orð sem var kraftur, sem var máttur, eða rosalega orka sem skapaði allan heiminn. Og við lifum í þessari ósýnilegu veröld og í þessari sýnilegu veröld. Og í þessari ósýnilegu veröld það er ljós og það er myrkur. Og við þurfum svolítið að kynna okkur þetta og læra þetta og læra hvernig lifum við í ljósi Guðs, hvernig lifum við í ljósinu, því að við höfum fengið vald frá Guði líka, bæði til þess að skapa myrkuri, líka til þess að skapa ljós og við förum nánar í það eftir. Og þegar að Adam og Eva átu af skilningstréi góðs og ills og þá hleyptu þau myrkrinu inn í sig og Satan eða djöfullinn varð höfðingi þessa heims og þannig fór maðurinn undir hans vald og undir hans ok, þangað til að Jesús deyr á krossi, þá vinnur hann sigur yfir öllu myrkri, yfir öllu illu og gefur okkur þann sigur og gefur okkur þetta vald sem hann hefur yfir öllu myrkri, vald yfir öllu illu. Hvort sem það eru sjúkdómar, veikindi, sjálfur djöfullinn eða illir andar eða ótti eða kvíði eða gremja eða hvað annað sem það kann að vera. Og það er svolítið merkilegt vers í Lúkasi 10. kafla 18. vers. En Jesús mælti við þá, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sporðdreka og yfir öllu óvinarins veldi. Öllu óvinarins veldi. Ég hef gefið ykkur þetta vald. Hann gaf okkur þetta vald sem að hann fekk þegar hann vann sigur yfir öllu myrkri þegar hann dó á krossinum. Svo segir Jesús hérna, alls ekkert mun gera yður mein. Og ég er búin að vera að íhuga þessa setningu, Jesús er sannleikurinn. Hann getur ekki, það er eitt sem Guð getur ekki gert og það er að segja ósatt, af því að það er ekki neitt myrkur í Guði. Hann segir alls ekkert mun gera yður mein. Þetta er mjög sterkt. Hann er ekki bara að segja djöfullinn mun ekki gera ykkur mein. Þú veist, hann er að segja alls ekkert. Og við þurfum svolítið að íhuga þetta vers og segja hvað þýðir þetta? Hvað er Guð að segja hérna með þessu versi? En svo segir hérna, gleðjist samt ekki því að illu andarnir hlýði ykkur, gleðjist öllu heldur af hinu að nöfn yðar eru skráð í himnum. Og í ensku þýðingunni segir, I have given you authority to overcome all the power of the enemy. Ég hef gefið ykkur vald til að yfirstíga allt óvinarins veldi, eða veldi hins illa.
Þannig að þetta er mjög sterkt og það er aðeins munur hérna á ensku þýðingunni og íslensku þýðingunni. Í íslensku þýðingunni segir ég hef gefið ykkur vald yfir öllu óvinarins veldi, en í ensku þýðingunni er hann meira að segja ég hef gefið ykkur vald til þess að yfirstíga allt óvinarins veldi. Og það rímar aðeins meira við mína upplifun út af því að það er svo mikið myrkur í þessum heimi og við erum ofta að glíma við svo mikið myrkur. Jafnvel þótt við séum kristna og höfum tekið á móti Jesú. Skiljið þið hvað við? Og við ætlum að fara fjalla aðeins betur það hérna líka á eftir. Og í Markúsarguðspjalli 16. kafla 17. 18. versi segir Jesús: en þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó þeir drekki eitthvað banvænt mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Og þetta er rosalegt vald sem að Guð hefur gefið okkur. Og það er alltaf algengt að fólk er að hræðast myrkrið, hræðast hið illa, hræðast kvíðan, óttast dauðan, hræðast að gera hitt eða þetta sem gæti mögulega skapa eitthvað illt eða hleypt illskunni af. Og sumir trúa því að við eigum að forðast hið illa eða flýja undan því. Og það er ekki það sem að Biblían kennir okkur og það er ekki það sem að Jesús Kristur kennir okkur. Þvert á móti kennir hann okkur að feysa það sem við óttumst, bara að mæta því, að feysa það og horfast í augu við það og standa stöðug í trú gegn hinu illa. Jesús sagði þeir sem trúa geta í mínu nafni gert alla þessa hluti sem að ég var að telja upp á hann. Við eigum að standa stöðug í trú gegn hinu illa, gegn myrkrinu og þá mun myrkrið flýja okkur. Af því að það eru við sem höfum vald yfir myrkrinu, ekki öfugt. Í Matteusarguðspjalli 16:18 er mjög merkilegt vers nákvæmlega þetta og í þessu versi þá fer Jesús með lærisveina sína til staðar sem heitir Caesarea Philippi sem var borg eða bær eða ekki, borg. Og á þessum tíma var Caesarea Philippi svona heiðin borg og nákvæmlega þessi staður var svona heiðin staður þar sem svartasta myrkrið átti sér heimastað. Það var djöfladýrkun og ballsdýrkun og barnafórnir og mjög svona saurugt lífirni, hvað varðaði alls konar svona kynferðisofbeldi og bara versta viðurstyðin sem hugsast gat átti sér stað nákvæmlega þarna á þessum stað. Og Jesús fyrir með lærisveina sína þangað og spyr það hvern segir þér mig vera og þegar Símon Pétur svarar þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs, þá segir Jesús við hann: sæll ertu Símon Jónasson, hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta heldur faðir minn á himnum. Og ég segi þér, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti muni byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Og í eldri þýðingunni segir: og hlið heljar verða henni ekki yfirsterkari. Og ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem hún bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem hún leysir á jörðu mun leyst á himnum. Og þarna eru margir mjög mikilvægir sterkir punktar en það sem mig langar að undirstrika hér er að Jesús fór með lærisveina sína og þeir óðu inn í svartasta djöfla myrkur sem til var á allri jörðinni og Jesús sagði hér ætla ég, á þessum kletti ætla ég að stofna kirkju mína. Og þetta eru bara skilaboð frá Jesú Kristi, við bara feysum myrkrið. Við höfum vald yfir myrkrinu. Það er við sem að tölum gegn myrkrinu og förum gegn myrkrinu og myrkrið flýr okkur en ekki öfugt. Og það eru skilaboðin sem að Jesús er að gefa þarna og við þurfum ekki að forðast einhverja staði bara af því að þar er mikið myrkur eða eitthvað að eiga sér stað sem er ekki kristið. Skiljið hvað við. Og í Sálmi 23, það segir þótt ég fari dimman dal óttast ég ekkert illt því þú ert hjá mér sprotið þinn og stafir hugga mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Af hverju er Guð að búa okkur borð frammi fyrir fjendum okkar? Af því að við erum að geta setið og gert það sem við erum að gera, sama hversu
mikið myrkur er í kringum okkur eða fyrir fram okkur og slaka á og bara borða matinn okkar. Og það þannig trú og dirfska og hugrekki sem Guð vill að við tileinkum okkur. En ekki, nei, ég get ekki farið þangað, ég get ekki gert þetta og þetta er svo slæmt og þetta getur verið hættulegt og hér getur verið eitthvað ók, skiljið hvað við. Heldur, við erum börn ljóssins og ljósið lifir innra með okkur og með þessu ljósi getum við lýst upp hvaða myrkur sem er. Og maður spyr sig, ef það er svona sem það er raunverulega, hvernig stendur það á því að kristni menn eru svo oft, virðast svo oft vera fastir í einhverju myrkri, í einhverju vítahring, sjúkleika, kvíða og ótta, veikindum, hatri, gremju, erfiðleikum eða vonleysi. Hvernig stendur á því að við höfum fengið þetta vald, við höfum búin að taka á móti Jesú Kristi, hans Guðs andi lifir í okkur, starfar í okkur. Hvernig stendur þá á því að við erum svo oft ennþá að glíma við myrkur í okkar lífi? Og svarið við þessu er að finna í Biblíunni á mörgum stöðum og þetta er svona rauður þráður boðskapurinn í gegnum Biblíuna. Það veltur einfaldlega á trú og vantrú. Við getum ekki lifa lífinu sem Guð vill gefa okkur sem er heilbrigt líf í fyllstu gnægð öðruvísi en að taka á móti því í trú. Samfélag okkar byggir við Guð, samfélag okkar við Guð byggir á trú. Við tökum á móti því sem Guð vill gefa okkur í trú. Við þurfum að trúa á Jesú Krist til að frelsast og öðlast eilíft líf í honum og fá aðganginn að himnaríki. Við þurfum að trúa því að Guð hafi fyrirgefið syndir okkar til þess að taka á móti fyrirgefningu syndana. Og við þurfum að trúa orði Guðs til þess að geta lifað það og til þess að geta lifað samkvæmt því. Og Guð gaf okkur val og hann gaf okkur vald. Og þetta val og þetta vald iðkum við með því sem við trúum, hugsum og segjum. Og við höfum farið sterkt í alla þessa þætti hérna í þessum lesturum sem eru aðgengilegir inn á YouTube-rásinu minni sem heitir núna Frelsishreyfingin. Þannig ég hvet ykkur til að skoða það og ég reyni að vera dugleg líka að posta þeim inn í grúppuna þannig að þið getur hlustað á það. Og það segir í orðinu að líf og dauði er á tunguna valdi og að trú skilur á milli lífs og dauða, réttlætis og ranglætis, sektar og sýknu. Ef við trúum því að myrkrið sé sterkar en ljósið, ef við trúum því að myrkrið hafi vald yfir okkur, að við séum vanmáttugur gagnvart hinu illa, að við séum veik, að við séum kvíðin að eitthvað hræðilegt sé að fara að gerast, að við séum vonlaus, þá er það raunveruleikinn okkar og það sem við sköpum innan með okkur. Í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla 4. versi segir: því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Það er trúin okkar sem að sigra heiminn. Og í Lúkasar Guðspjalli 11. kafla 34. til 37. versi, þar eru vers sem að fjalla að augað sé lampi líkamans. Og þar segir: enn sagði Jesús, enginn kveikir ljós og setur það í felur né undir mæliker, heldur á ljósastiku svo að þeir sem innkoma sjáu ljósið. Augað þitt er lampi líkamans. Þegar augað þitt er heilt, þá er og allur líkami þinn bjartur, en sé augað þitt spillt, þá er og allur líkami þinn dimmur. Gæt því þess að ljósið í þér sé ekki myrkur. Sé því líkami þinn allur bjartur og hvergi myrkur í honum verður hann allur í birtu, eins og þegar lampi lýsir á þig með loga sínum. Og ég þurfti að hugleiða svolítið þessi vers og lesa í nokkrum þýðingum og lesa líka ensku þýðinguna og biðja til Guðs til þess að fá svona skýringu frá honum inn í hjarta mitt hvað hann væri að segja með þessu. Og það sem að hann opinberaði fyrir mér var að hvernig þú sérð hlutina, hvernig þú sérð Guð, hvernig þú sérð sjálfa þig, annað fólk, hvernig þú sérð lífið þitt,
ef þú sérð hlutina með björtum augum, heilbrigðum augum og bjartan og heilbrigða máta í trú, í gleði, í kærleika, í krafti, í friði, að þá verður allur líkami þinn og allt líf þitt bjart og fallegt. En ef þú sérð hlutina neikvætt og svart, sérð hlutina í gegnum gremju og vantrú og ótta, að þá er augað eitt spillt og þá verður allir líkamiðinn dimmur. Er það fylgja mér? Og þannig verður að vísa í hvernig veljum við að sjá hlutina, hvað veljum við að fókusa á. Það er svo mikið myrkur í þessum heimi og alls konar ljótt og hræðilegt og ef við veljum að fókusa það og sjá það allan daginn út og inn, þá spillist augað okkar og allir líkaminn verður dimmur. En ef við veljum að fókusa á það sem er heilbrigt og fallegt og gott og bjart, sem er náttúrulega Jesús og það góða og fallega og við þjálfum okkur í að fókusa það, að þá er augað okkar bjart og þá verður líkami okkar allur bjartur. Og það hvernig við sjáum hlutina stýrist af því hvort við erum í trú eða vantrú og hverju við trúum í hjarta okkar. Veljum við að sjá hlutina í trú eða vantrú, bjart eða dimma, fallega eða ljóta, að sjá ljósið eða myrkri, að sjá hatrið eða ástina, að sjá vonina eða vonleysi. Við höfum alltaf val, en ekki myrkva augu þín. Haltu þeim björtum. Þannig er Jesús að segja, passaðu þig, haltu augu þínum björtum. Í 1. Pétursbréfi 5. kafla, 8. versi, það segir, verið algáð vakið, óvinnur ykkar djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur tortímt. Þarna er verið að segja, hann er að leita, hann horfir yfir fólk og leitar að einhverjum sem hann getur tortímt, sem þýðir að það eru alls ekki allir. Það eru bara einhverjir ákveðnir einstaklingar sem að hann hefur þennan aðgangað. Og hér segir í 9. versi, standið gegn honum stöðug í trúni. Í trúni stöndum við gegn honum stöðug. Og stundum erum við að veita myrkrinu óviljandi aðgang að okkur. Með því að óttast hann, með því að óttast myrkrið, hræðast með að vera í vantrú, með því að tala og hugsa myrkur inn í líf okkar og jafnvel annara. Til dæmis með neikvæðu sjálfsniðurrifi, það talaði lastmælgi í Biblíunni, öfund, hatur. Allt sem þú óttast hefur valdi yfir. Og þegar við óttumst myrkrið, þá gefum við myrkrinu valdi yfir okkur að því við óttumst það. Og ég er ekki að segja það að við eigum aldrei að finna fyrir ótta, en það er ekki að sama að finna fyrir óttanum og að óttast. Það er tvennt ólíkt. Ótti er tilfinning, við þurfum ekki að láta hana stjórna okkur eða stýra okkur og við þurfum ekki að hlusta á neikvæðu hugsanirnar sem koma frá óttanum, þar sem hann er að segja okkur eitthvað hræðilegt að gerast, að við séum í hættu eða einhver sé að fara að deyja og gera það á okkar eigin hugsunum því að við þurfum að trúa því og taka mark á því að þá erum við að hleypa myrkrinu að. Til frelsis frelsaði Kristur okkur og láti því ekki leggja á okkur aftur ánauðar ok. Og hvernig leggjum við á okkur ánauðar ok, til dæmis með að vera í vantrú. Og í 1. Kórinthubréfi, 8. kafla, 12. versi segir, allt er mér leyfilegt, en ekki er allt gagnlegt. Allt er mér leyfilegt, en ég má ekki láta neitt hafa vald yfir mér. Við megum ekki láta neitt hafa vald yfir okkur nema Guð almáttugan. Og ef óttinn stjórnar okkur, þá hefur myrkri vald yfir okkur. Ef matur stjórnar okkur, þá hefur myrkri vald yfir okkur. Þannig að við þurfum að hafa það í huga. Hvað er það sem að raunverulega stjórnar okkur? Og það er mjög áhugaverð vers í fyrra bréfi Páls til Kórintumanna, þar sem verið að tala veikatrú eða vantrú og annars vegar hins vegar sterkatrú. Og þar er verið að fjalla í 8. kafla neyslu á kjöti sem hefur verið fórnað fyrir skurgoð eða fyrir djöfulinn. Og hvort við getum borðað þetta kjöt í svokölluðum goðahofum sem er í raun bara hof til að stunda skurgoðdýrkun eða djöfladýrkun eða eitthvað slíkt, eða ekki? Myndir ekki skýra það þannig? Já, og svo er þetta kjötmörkuðan líka bara úti. Já,
Og mér langaði svo að varpa þessari spurningu fram að því ég var að spyrja sjálfa maður ef ég var að fara í matarboð og það bara til einhverja einstaklinga sem ég kannski þekkti ekkert mjög vel og svo bara myndi ég sjá bara, þú veist, krossin öfugan á veggjunum og bara fólk bara mjög skringilega klætt og það bara væri búið að tilkynna það að það væri búið að fórna þessu kjöti bara til Satans og ég myndi setjast þarna niður. Þú veist, myndi ég borða kjötið eða myndi ég ekki gera það? Hvað segir þið? Myndið þið borða kjöti? Myndið þú gera? Já. Og það verið að velta svolítið upp þessari spurningu þarna í 8. kaflanum og Páll að útskýra sumir sem hafa ennþá veikatrú eða vantrú að þeir trúi því að ef þið munu borða þetta kjöt þá muni það skaða þá eða surga þá og þá mun það gerast, það er að segja ef þið trúa því að kjöti muni surga þá eða skaða þá mun kjöti gera það, ekki að því að það búið að fórna kjötinu fyrir hið illa, heldur að því að þeir trúa því að það sé þannig, er að fylgja mér. Hann segir, because of their belief it is defiled. Út af því að þeir eru með veika trú að þá er kjöti surga eða mengað. En ef þú trúir því að þetta sé bara hreint kjöt, það sé í fínu lagi, þetta er bara kjöt frá Guði og að þú getur borðað það og það verður bara gott fyrir þig og gott fyrir líkamann, þá getur þú borðað og það mun ekki skaða þig. Ef ég setja aðeins sko bakgrunnin að meira minn allt kjöt á markaðinu og það kom úr hófanum. Þannig að kristnir sem ætluðu að þurftu annað bara slátra sjálfir eða og vissu ekki hvort átt að borða þetta kjöt. Og Páll segir sko á öðrum stað, Guð er búinn að blessa alla fæðu, djöfullinn getur ekkert vanblessað hana. Jesús er búinn að lýsa alla fæðu hreina. Það getur djöfullinn ekki gert hann óhreina þannig að við getum bara að borða hana þá hann komur hófanum. En við getum gert það með okkar vantrú, af því að þá sendum við, af því að vantrúin er myrkur, þá sendum við myrkur inn í það sem við erum vantrúin og það er það sem verður að lýsa. Og ef við trúum því að hið illa geti ráðist á okkur og hafi vald yfir okkur, þá er það sem gerist. Þá er það sem mun gerast. Ef við trúum því að við séum undir stöðugum árásum, þá erum við að opna leið fyrir hið illa að ráðast á okkur stöðugt. Ef við trúum því að það sé hættulegt að stunda hugleiðslu, að það sé djöfladýrkun að fara í jóga, ekki þá gera það. Skiljið hvað við. Það er það sem hann er að segja. Ekki gera ef þú trúir þessu. Og ef þú trúir því að þú verður veik eða veikur í maganum að borða eitthvað tiltekna fæðu, ekki borða hana. Jesús sagði verði þér að trú þinni og sama á við vantrú. Og trúin og vantrúin, trúin er ljós og vantrúin er myrkur. Og við eigum að standa stöðug í trúnni og stöðug í náðinni. Og Jesús hefur þegar unnið sigur yfir öllu illu, öllu myrkri og gefið okkur þann sigur og við tökum við því í trú. Og það er það sem við ætlum að gera í hugleiðslubæninu á eftir. Og það er ekki þannig að Guð situr í hásæti sínu og horfir á jörðina og er einhverju stríðsbarátti við hið illa. Sigurinn er þegar unnin. Stríðið er unnið. Það búið að sigra stríðið. Og ljósið vann. Og myrkrið er okkur undirgefið og við höfum algjört vald yfir því, en það vald verður einungis iðkað í trú en ekki vantrú, með því að þeysa myrkrið í dirfsku og trú en ekki flýja það. Og þá spyr maður sig, ok, segjum sem svo að ég sé búin að vera í alls konar vantrú alls konar hluti sem að snýra þessu og það er allt í lagi og það er bara gott ef að Guð er að opinbera það fyrir þér og Guð hefur svo sannlega gert það hjá mér. Ég var mjög mikill í vantrú gagnvart þessu öllu en það var ég algjörlega undir hælnum á myrkrinu og líka eftir ég tók á móti Jesú Kristi að þá þurfti ég að lesa þessi vers og ég þurfti að vinna í minni trú og losa mig við vantrú með Guði til þess að geta staðist í trúnni og þetta er bara ferðalag sem ég er ennþá að stíga með Guði. Það er ekkert mjög langt síðan að ég trúi því að myrkrið var alltaf að ráðast á mig og ég var að finna fyrir og ég fekk þyngsli og hraðan hjartslátt og alls konar. Þannig að þetta er ekki til þess að við séum eitthvað að ásaka okkur sjálf eða trúa einhverju slæmi okkur. Þetta er bara hlut af okkar ferðalagi með Guði þar sem að Guð er að
umbreyta hjörtum okkar. Já, þannig að hvernig breytum við því hverju við trúum og hvernig snúum við vantrú yfir í trú. Og það trúa er val og það að vera í vantrú er líka val. Við erum stöðugt að velja hverju við trúum og hverju við trúum ekki. Við erum kannski að lesa einhverja fréttir á netinu, við sjáum einhverja pósta á Facebook og við vitum vel að það er ekki allt heilagur sannleikur sem að kemur þar fram og við erum að velta fyrir okkur, trúi ég þessu eða trúi ég þessu ekki? Við erum að velta því fyrir okkur svo tökum við ákvörðun, jú ég trúi þessu, nei ég trúi þessu ekki. Og valið okkar stjórnast iðulega af grunntrú okkar hvað og hver og hvernig Guð er því að samband okkar við hann og hvernig við þekkjum hann mótar og stýrir öllum öðrum sviðum í líf okkar. Og við höfum farið svolítið ítalega í þetta að því að til dæmis, ég vil taka eitt lítið dæmi, ef ég trúi því í hjarta mínu að Guð hati mig og sé refsandi Guð, þá eru alla líkur að því að ég hati sjálfa mig og sé að refsa sjálfur mér. Þetta er bara eitt lítið dæmi og þetta er eitthvað sem ég upplifði sjálf. Mér sé aðeins að vita það. Og ef ég trúi því að í hjarta mínu að Guð yfirgefi mig og hafni mér, þá eru alla líkur að því að ég sé að glíma við sjálfshöfnun og ég glími við ótta við höfnun og ég sé jafnvel að hafna öðrum eða fylgja mér og höfnun er myrkur. Og sama á við, ef ég trúi því í hjarta mínu að Guð elski mig skilyrðislaust eins og ég er, að ég sé meðtekin af honum, að ég sé viðurkennd af honum, að þá elska ég sjálfa mig skilyrðislaust og ég viðurkenni og meðtek mig og svo aðra út af við. Þannig að trú og vanþekking á Guði og hver hann er bara annað form af guðleysi sem er myrkrið. Og því fjarlægi sem við erum Guði, því meiri myrkrið að því að Guð er ljósið. Þannig að þegar við finnum fyrir einhverju myrkri, við bara færum okkur nær Guði, segjum Guð, ég tek á móti þér og öllu því sem þú hefur fyrir mig í trú og ég óttast ekkert illt af því að þú ert með mér og við notum krafthugsanirnar. Guð fer aldrei neitt, Guð fer aldrei frá okkur. Ef við förum inn í eitthvað myrkur þá er það því að við höfum farið frá honum eða erum í einhverjari vantrú gagnvart honum. Þannig að við spyrjum okkur bara hvað getum við sjálf gert? Trú er val, við veljum hverju við trúum og það að trúa einhverju eða trúa ekki einhverju er ákvörðun. Við getum bara tekið ákvörðun að trúa einhverju. Þetta er svo magna. Og þegar við tökum þessa ákvörðun, þá tökum við ákvörðun frá hjartanu. Og stundum þegar ég er að lesa eitthvað í Biblíunni og ég er ekki alveg 100% viss hvort ég trúi því í hjarta mínu, þá horfi ég á versin og ég segi, ok, ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa þessu. Ég tek þessi vers og ég set þau inn í hjarta mitt. Og þá kemur krafturinn úr þessum orðum Guðs og bara búm inn í hjarta og þetta er orðið að trú. Og svo vil ég minna á lesturinn sem að fjallar trúarlækningu, þess að ég fer miklu ítarlegra nákvæmlega í þetta. Og trú er líka, við ímyndum okkur að trú sé bara svona orkukúla sem situr í hjartan okkar og það er bara, við erum með alls konar trú, alls konar vantrú. Bara ég trúi því að ef ég borða þetta, þá gerist þetta, ég trúi því að, ég er upp með að sofa, ég trúi því að, það sé alltaf gott veður, það er alls konar mismunandi trú eða vantrú, það situr í hjartanu og trú er eitthvað sem við höfum bara hugsað aftur og aftur og aftur og aftur þar til við förum að trúa því. Þannig að ef við viljum breyta gamalli trú, til dæmis ég er ekki nóg eða mér er hafnað, yfir í ég er nóg og ég er meðtekinn, Guð hefur meðtekið mig, þá þurfum við bara að hugsa þessar hugsanir aftur og aftur og aftur og eftir einhver x-mörg skipti þá verður þetta að trú í hjartanu og ljósið er alltaf sterkara en myrkrið. Þannig að þegar við erum að setja nýja trú í staðinn fyrir vantrúna, þá kemur ljósið og það hreinsar hitt út. Þetta er eins og Jesús sagði þegar hann sagði, ef þú rekur út einn illan anda og húsið er sópað og prýtt og illi andinn fer út og reikar og hann finnur ekki neitt, kemur tilbaka og ef það er ekki komin eitt annað í staðinn, þá tekur hann bara 7 aðra enn verri með sér og fer aftur inn. Þannig að við erum ekki bara að hreinsa út myrkrið, við þurfum að setja ljósi inn líka. Það getur líka myndast ný trú eða ný vantrú þegar við lendum í atburði sem hefur djúp tilfinningaleg áhrif á okkur
Eitt dæmi er til dæmis að lenda í bílslysi, eftir bílslysi trúir því að það sé hættulegt að vera í bíl og þú ert að klíma við bílakvíða. Þetta er bara eitt dæmi. Það getur líka verið afi eða amma sem að lendir í þeim atburði að eignast fyrsta afabarnið eða fyrsta ömmubarnið og allt í einu er allt lífi bjartara eða betra eða eitthvað slíkt. Það getur líka verið bara uppeldið, við erum mjög mótuð af því hverju, af hugafari foreldra okkar, hverju þau trúðu ekki og þannig að það hefur haft líka mjög mikil áhrif. Já, og mér langar að varpa þessari spurningu fram, bara varðandi Jesú og varðandi Guð. Af hverju trúir því, nú er ég ekki að segja að þið trúið þessu, en þetta er svona almennt. Af hverju trúum við því að við séum sek, röng, ranglát, yfirgefin, alein, þegar það er staðreynd að Jesús hefur sýknað okkur, hann hefur gert okkur réttlát og hann er alltaf með okkur. Og við þurfum að vera með aðeins gagnrýnni hugsun það hverju við trúum, bæði okkur sjálf og Guð. Af hverju trúi ég því að eitthvað slæmt sé að gerast þegar ég sé vonlaus ef Jesús hefur sagt ekki að ég vonaríka framtíð? Ef að Jesús er von. Þannig að við veljum nýjar hugsanir sem eru fullar af ljósi. Við hugsum þær aftur og aftur, við biðjum og við notum þessar krafthugsanir þar til að við erum farnar að trúa þeim. Og ef við verðum var við einhverja vantrú eða myrkur í okkur, þá tökum við það og við afhendum það inn í ljósið og við biðjum Guð að gefa okkur heilbrigða trú. Gef mér heilbrigða trú, Guð. Hjálpaðu mér að trúa því þig sem að þú trúir þig. Hjálpaðu mér að trúa eingöngu því þig sem að þú trúir sjálfur þig, af því að það er sannleikurinn Guð. Hjálpaðu mér að trúa því sem er satt og rétt. Hjálpaðu mér að hafa þá trú í hjarta mínu sem að þú vilt að ég hafi í mínu hjarta. Auktu mér trú. Gefðu mér heilbrigðari trú. Já, þannig að við afhendum alltaf vantrúinu ljósi, já, og biðjum Guð að gefa okkur trú. Amen. Amen. Og þá ætlum við núna að fara inn í stutta hugleiðslubæn, svona 12-13 mínútur, þar sem við ætlum bara að sjá ljós Guðs, við ætlum að stíga inn í það, við ætlum að velja það, við ætlum að setja Guð og ljósi efst í hjarta okkar og við ætlum að leyfa Guði vinna verki í hjarta okkar. Það sem við ætlum að hvíla í honum, við ætlum að segja afhendi er alltaf vantrú, gefðu mér þína trú, gefðu mér heilbrigða trú og við bara afhendum Guði hjarta okkar með þeim hætti að hann fái svolítið að hreinsa til og skipta út vantrú fyrir trú. Og við þurfum ekki alltaf að vita nákvæmlega hvað það er eða hvað hann er að gera, við bara treystum honum og leyfum honum að vinna verkið í okkur og það er það áhrifaríkasta sem hægt er að gera. Ok. Þá ætlum ég bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir. Þú mátt draga djúpt inn andann. Og þegar þú blæst frá, þá lokar augunum og finnur að Jesús er með þér. Þú finnur fyrir slökun og afslöpun og ró. Og ég legg þessa stund í þínar hendur, Drottinn. Ég legg hvert og eitt okkar hér inn í þínar hendur. Og ég þakka þér fyrir að þinn vilji nær fram að ganga hér í kvöld. Ég þakka þér fyrir andi lækningar, andi lausnar og andi frelsis hér yfir okkur. Þinn andi, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú gefur okkur fullvissu inn í hjartað, fullvissu þig, að þú ert til. Að ég trúi því í hjarta mínu að þú, Jesús, ert Guð. Þú ert ljósið.
Og ég ætla að biðja að ímynda þér, núna með lokuðum, bara ímynda þér og sjáu fyrir þér svona skert, bjart, skínandi ljós. Og þú bara finnur fyrir kraftinum sem að kemur til þín frá ljósinu. Kannski finnur þú hlýju, gleði, ást. Kannski finnur þú fyrir vellíðan eða hamingju. Og ég ætla að bjóða þér núna að taka ákvörðun frá hjartanum að velja ljósið. Ég tek ákvörðun frá hjartanu að velja ljósið. Og ég þakka þér fyrir Drottinn að þú lýsir upp augu mín. Og þú lýsir upp hjarta mitt. Það líkami minn allur bjartur. Og ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert núna í hjartanu mínu. Og ég gef þér allt mitt hjarta, sál mína og andan minn. Og ég bið þig Guð að gera það sem þú vilt í mínu hjarta, í minni sál, í mínum augum og í mínum líkama. Og meðan þú vinnur í mér, þá tek ég í trú á móti því verki, þeim sigri sem þú, Jesús, vannst á krossinum. Ég tek við valdinu sem þú hefur gefið mér í trú. Og ég beygi mig, Drottinn, undir þína máttugu hendi. Þú hefur allt vald. Þú, Jesús, hefur allt vald. Og ég tek öll versin sem eru lesin hérna í kvöld úr Biblíunni og ég set orð þitt inn í hjarta mitt og ég trúi. Ég trúi. Ég trúi því að alls ekkert geti gert mér mein. Ég trúi því að ég sé frjáls, heilbrigður og öruggur.
Og ég vel að fókusa á ljósið alla daga, alltaf. Í Jesú nafni afhendi ég þér, Drottinn, alla vantrú, allt lastmælgi, allt óöryggi, og alla hræðslu. Í Jesú nafni afhendi ég þér, Jesús, allt myrkur, og ég trúi því í hjarta mínu að myrkri get ekki snert mig. Það getur ekki snert fjölskylduna mína. Það hefur ekkert vald yfir mér eða mínu lífi. Og ég stend stöðu gegn því í trú, í kjarki og í dirfsku. Í Jesú nafni þakka ég fyrir, Drottinn, að þú hefur gefið mér þitt hugrekki, þinn kjark og þína trú. Og ég biðji Drottinn að ég fái að þekkja þig betur. Að ég fái að kynnast þér betur. Sýndu mér meira. Ég afhendi þér líf mitt, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að þú fyllir það af ljósinu þínu. Hver einasti krókur og kimi í hjarta mínu er upplýstur af þínu ljósi, Drottinn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn. Takk, Jesús. Nú ætlum við bara að eiga stutta stund, persónulega stund með Guði, sem við ætlum að fókusa á hann og ekkert annað. Og hvort sem að við viljum hlusta, biðja, afhenda honum eitthvað, eða bara tala til hans, eða eitthvað annað, þá ætlum við bara að eiga þessa stund núna með honum, þar sem við erum ekki að fókusa að hugsa um neitt annað. Ég gef þér þessa stund, Drottinn, þar sem ég er bara hjá þér. Hvíli í þínu ljósi.
Áður en við ljúkum bæninu þá langar mig til að biðja hans fyrir þeim sem eru hér. Já, ég þakka þér Drottinn fyrir börn þín sem eru hér, að þau hafi mikla trú og ég þakka þér fyrir að þú eykur þeim trú. Ég þakka þér fyrir að þú blessar hjarta þeirra og ég þakka þér fyrir að þinn kraftur, þitt vald, þinn máttur, þitt afl, þitt hugrekki fyllir hjört okkar hér í kvöld, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að við erum hólpin og við erum örugg og við erum vernduð af því að þú ert vörðurinn okkar, þú ert okkar Guð og Drottinn, að þú getur allt, að þú veist allt, að þú sérð allt, að þinn fingur er á hjarta okkar alltaf, að þín nærvera er með okkur alltaf, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir það og ég þakka þér fyrir að þitt þakklæti fylli hjörtu okkar núna og náð þín er yfir okkur öllum alltaf. Í Jesú nafni, amen. Halleluja. Amen.